Ef við eignumst einhvern tímann pening sem við ætlum að geyma, þá yfirleitt betra að geyma hann í bankanum því í bankanum fáum við vexti. Það bankinn borgar okkur pening fyrir að geyma peningana. Ef við fáum lán hins vegar, þá þurfum við að borga bankanum vexti. En það eru til nokkrir mismunandi reikningar. Hér sjáum við nokkur dæmi. Debitreikningar sem eru bara hefðbundnir reikningar á debitkortum ber yfirleitt mjög lága vexti. Næstum því þannig að þetta einhverjar krónur eða einhverjir 100 kallar á ári þó við séum með töluverðan peningarn inni. Þannig að það best að eiga náttúrulega debitkortareikning til þess að geta borga með en að eiga einhvern annan reikning líka til þess að geyma peninga sem ég ekki að nota akkurat núna. Hafa í raun ekkert meira inn á debitkortinu heldur en ég að fara að nota hverju sinni. Vaxtareikningar, og þetta heitir alls konar nöfnum í mismunandi bönkum, eru reikningar sem eru opnir, engar kvaðir á þeim, en það eru hærri vextir en hérna en ég get ekki verið með debitkorti beint tengt við þennan reikning. Ég þarf alltaf að færa peninga hingað þegar ég ætla að nota það. Sem að með netbanka í símanum ekkert mál. En leið og ég á einhvern pening, einhverja 10 skalla, 100 skalla, ég tala nú ekki meira, geyma það ekki hér, heldur geyma það hér og færa svo yfir þegar ég þarf að nota peningin. Vextirnir hér eru yfirleitt, þeir eru breytilegir eftir hvaða ár en þeir eru umtalsvert hærri heldur en hér. Síðan koma lokaðir reikningar sem annarkvort þannig að þeir eru lokaðir í eitthvað tíma eða það verður að vera eitthvað lámars upp á þeim. Þeir eru oft með ennþá betri vexti heldur en þessir en munurinn oft ekki mikill. Og vesenið við að hafa þetta lokað eitthvað lámars upphæðir yfirleitt ekki þess virði nema þessu 5 hærri fjárhæðir, þá getur 1% munur skipt máli. Síðan eru það verðtryggðureikningarnir. Þeir eru oft lokaðir í eitthvað tíma. Flest börn og unglingar eiga eitthvað svona reikning sem var stofnaður þegar þau fæddust eða í tengslum við skírn eða einhverja gjafir sem þau fengu þegar þau voru pínulítil. Þetta eru verðtryggðureikningar, þeir eru lokaðir þangað til þau eru orðin 18 ára. Þá fáið þið peningin. Verðtryggingin þýðir að við tökum verðbólguna í hverjum einasta mánuði og það bætist við vextina. Þá eru vextir, þeir eru ekkert rosalega háir en verðtryggingin, verðbólgan bætist alltaf við. Þannig að þetta eru bestu reikningarnir til þess að geyma peninga lengi. Ef ég veit, ég með eitthvað peningi, ég veit, ég ætla ekki að nota þennan peningi, ég ætla að kaupa mér íbúð, bíl, eitthvað eftir 2 ár, að þá gæti verið sniðugt að setja peningin hér, því að þá ég að fá, hér yfirleitt besta ávöxtunin og ef þetta lokað í 2 ár, ég ætla að gera þetta eftir 2 ár, get ég þá freistast til þess að taka peningin í eitthvað annað? Nei, ég kemst ekki í peningin. Þannig að ég loka hann inni hérna. En við þurfum að vita hvaða reglur gilda get ég nálgast peningin ef ég þarf hann og þá get ég tapað einhverjum vöxtum eða get ég það ekki, hvaða skilmálar gilda. Bara lesa það áður en við förum að nota svona reikninga. En af því að verðbólgan á Íslandi yfirleitt frekar há og svona, að þá þetta yfirleitt besta ávöxtunin en ef við viljum geta nálgast peningin þá þetta ekkert mikill munur á þessu. En aftur, leið og umtalsverðar fjárhæðir, þá skiptir bara hvert hálft prósent í vöxtum máli.